Herðu, sko, nýjasta sem ég með þetta hérna, fekk mér þetta í Budapest. Hérna er ég með, sko, lagahöfunda, tattooið, þetta er svona songwriter, sko. Og hérna er ég með svona, þú veist, tónlistarflytjanda tattooið, sem er svona grammófónn sem flytur tónlist, sko. Og svo er þessi, þetta er svona, hérna, creativity, eða svona, þú veist, blómstrandi hugur, sko. Þannig að þetta er allt svona, hérna meginn. Og hinum meginn hér er ég með eitt pínulítið sem að, það stendur To the Stars og þetta er bara svona mottoið bara. Svo fyrsta tattooið mitt er hérna hér. Þetta er frekar fyndið að maður beygir sig þá er mjög reiður sko og maður gerir svona stór. Þetta er ég var 18 ára. Ég var sko ógeðslega hrædd þegar ég mætti og tattooerinn var bara vá, þú valdir versta staðans að byrja á. Og ég bara, aha, ok. Og svo er ég með eitt frekar spes á fætinum sem sko, byrjaði bara sem þessi risaðileg hérna. Hann var í svona 20 eða eitthvað og ég bara tók saman bara alla hlutina sem ég elskaði eða mér fannst svona þýða eitthvað fyrir mig á þessum tíma og bjóð til svona mynd. Hún var örugglega, ég veit ekki, 65 ára kona, hún var hérna geðveikt nett, bara svona eina af elstu konunum í bransanum og hérna, hún var alveg bara, þetta er það krútlegasta sem ég hef ever tattooað og það lýsir mér alveg svolítið. Ég elska krút sko, skrifaði ritgerðina mína japanskt krút sko, þannig að sko, ég MBA-gráði í japansku, bjó þarna í Tókíó í 1 ár og það er allt til í krútlegri útgáfu. Bara þú veist, ef þú þarft klósettbursta þá eru til svona 5 mismunandi dýra klósettburstar og svo 1 venjulegur. Allir matur, allt gert svo krútlegt og ég var að rannsaka af hverju þetta er svona, þú veist, bara á Íslandi er ekkert sérstaklega krútlegt og fólk er ekkert að reyna að hafa það þannig en þarna er allt bara, þú veist, það er náttúrulega land sem fann upp Hello Kitty og allir þessi ógeðslega krútlegu karaktera og elskar þú veist manga og anime og svona. Þetta er áhugamál mér, ég segi stundum þessi krút sérfræðingur sko. Já sko, þetta er loksins, ég er búin að ætla alltaf að fá mér eitthvað tengt Japan því að eins og hér er ég mikill fan og bara einhvern veginn elska þetta land meira en allt. Elska líka refi og það er eitthvað svona sem ég bara hef verið eitt af uppáhaldsdýrum mínu sem ég var lítil. Þannig að hérna, þetta saman er einhvern veginn svona það tvennt sko. Eins og afi minn, hann var alltaf veiðimaður og hann hérna var mikið í sko að veiða yrðlinga. Þú veist, hann smíðaði svona búr og setti það inn í og leyfði mér og frænku minni að leika við þá þegar við vorum svona 5 ára. Þannig að ég var alltaf að leika mér með litla refi þegar ég var lítil. Mér finnst þeir eru svo skemmtilegir, þeir eru svo sneaky og svona og í japanskri svona þjóðtrú þá eru þeir líka, þú veist, þeir eru rosa mikið í þjóðsögnum þeirra og hérna og þú veist, það eru refaguðir og maður þarf að halda refaguðum góðum. Þú veist, og ég fór í svona svona shrine, hof eða svoleiðis. Þau eru alveg út allt og svo refa hátíðir og svona eitthvað, þannig að þetta er rosalega stór partur af svona japanskri, já, svona þjóðhefð. Þannig að mér finnst þetta bara nett sko. Já, ég held að fólk átti sig kannski ekki alveg á því að söngvakeppnin er harður heimur sko og hérna fólk leggst ansi lágt sko til að tryggja það kannski sínir vinni. Ég fékk allavega svona, hvað segir maður, dauðahótun, death threat eða svona í SMS-i sko. Ég náttúrulega var smá skelkuð sko og hérna svo fór ég reyndar að skoða þetta og kemur í ljós að þetta var úlingsstelpa. Ég held sko að vera með Aron Hannes á heilanum og ég finnst alveg líklegt að vera að senda bara á fleiri keppendur sko því að hún vildi hann inni sko. En það er svona kannski lýsir svolítið hvað fólk gengur langt í þessu. Það segir svakalega hluti, þú veist, fólk elskar að hata söngvakeppnina og það einhvern veginn finnst það eins og megi segja bara hvað sem er sko við keppendur eins og þessi svona þjóðareign sem á svona hóta og svona. Ég meina þetta var bara svona smá sjokk þegar ég fekk þetta. Mér finnst það geðveikt flott sko. Þetta er geggjað.